þú veist, stutt á milli, ekkert langt síðan að þið var náðast með titilinn í Höfn og svo nokkrum mánuðum seinna spáð 10. sæti af forráðamönnum deildanna. Þetta er skrýtni tími. Já, skiljanlega. Ég meina, við mistum 6 leikmenn, einlega 7 því að Svisslendingurinn ákvað kom ekki til okkar. Og ef þú horfir á liðið þá er þetta ekkert margir sem einhver þekktar stærðir í deildinni, en það er hellinga potential í þessu liði, ég get lofaði því. Erum við ekki svolítið oft á síðustu árum búin að útiloka IR og kannski ættum að sleppa í þetta tímabili líka? Ég myndi ekki sleppa í ár. Ég kíkti á Sponna frá því fyrra og hitti fyrra og árið þar áður held ég líka. Ég held að við vorum í 8., 9. og 10. eitthvað álíka öll árin. Og ef maður rétt að endur í 8. úrslitum, 4. úrslitum, úrslitum. Þannig að þessi spá kannski segir ekkert allt hvernig þetta er og mér finnst líklegt að bæði leikmannahópurinn hjá okkur og öðrum liðum í deildinni muni breytast á tímabilinu, þannig að það verður bara spennandi að sjá hvernig þetta verður áramótin janúar, febrúar, mars þegar þetta byrjar að skipta máli. Með þetta munstur það ætti náttúrulega að vera Íslandsmeistarar núna sem er kannski fullmikið eða eitthvað. Það má alltaf vona, en veist, stefnan er alltaf sett í sátt og komist og við sjáum bara til hvað það verður hátt. Þetta er búið að vera bras og ekki nóg með það þeir að missa alla þessa leikmenn, þeir að fá leikmenn seint vegna þess að þeir að missa Kovacs út. Ungi leikmenn sem kannski hefði fengið tækifæri eru meiddir. Er einhverja góða fréttir að hafa úr í? Já, ég er þar. Það er svona geggjuð á. Nei, það er öll djóki sérti. Það er hellinga góðum fréttum. Því að gaurinn sem er að koma, þetta eru skemmtilegi gaurar, hörku playerar flestir. Við erum með Arnór Hermanns, spennandi strákur. Síðan er nóg pláss fyrir aðra að stíga upp eins og Sæsa og Skúla og strákur sem hafa ekkert fengið að vera almenninni seinustu árin. Það er sérstaklega Sæsi sem fær kannski núna að sýna hvað hann getur. Þú ert búinn að vera lengi í þessu og oftar en kannski verið þarna þetta leyti og kannt að vera í fallbaráttu eða eitthvað? Já, veist, áður en ég kom í þá það var ég full oft í fallbaráttu í Borgarnesi og veist, þetta er ekkert skemmtilegast í heimi en þetta gerir það verkum að maður fer í hvern leik með það í hugafæri að hann skiptir fáránlega miklu máli og raunin hver 2 stig þau eru miklu dýrmætara í dag fyrir okkur heldur en liðin í toppbaráttunum svona fyrirfram og við förum bara með það hugafærin í tímabilið. Hvernig er svona hugurinn í Íringum? Eru menn alveg klárir í þetta eða fara menn eitthvað litlir í sér í svona? Nei, við erum langt frá litlir í okkur sko. Það er langt frá því. Við erum búin að vera ágætir á undirbúningstímabilinu svona annað slagið. Menn hafa verið að smá meðslum og vesenni en við erum í topp formi. Við erum með trúum á hæfileikana sem við erum í okkar liði og ef við séum ekki nóg hæfileikum þá bætum við bara upp á öðrum stöðum sko. Ykkar menn í Ghetto Hooligans, þeir hafa nú alltaf staðið í bakið okkur en það er oft verið tendens bara hjá öðrum stuðningsmannafélögum að kannski detta aðeins niður þegar illa gengur en hvað maður búast við hjá þínum menn? Ég hef enga trú að mínum menn í Ghettoinu sé eitthvað að fara að fækka á leikjum og ég hlakka bara til að sjá það á 5.